húsi Drottinn og Faðir minn, við felum okkur og þessa samkomu algjörlega í þínar hendur. Drottinn minn, við biðjum bara að þitt nafn megi vera hátt upp hafið á allan hátt og í öllu sem við gerum og heilagur andi Guðs, við bjóðum þig svo innilega velkomin. Og Drottinn minn, við biðjum áþreifanlega nærveruðina hér í dag. Drottinn, viltu tala til okkar? Drottinn, viltu snerta við okkur og viltu mæta okkur á þann hátt sem við þurfum á að halda. Þannig felum við okkur þessa stund í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Amen. Allir þrá uppgjöf synda og elsku hann sem bjargar vonast mannkyn. Hvað sangur stendur? Jesus, flutt hann getur fjötur, hann frelsa getur hvern mann, frelsa getur hvern mann. Eilíf höfundur míns hjálpar, því hann sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Takk mér eins og ég öll mín brot og syndir og endurnýja mig. Fel mér líf og fylgi, frelsari allt ég gaf þér. Ég gefst þér einu, gefst þér einu. Jesus, flutt hann getur fjöllin, hann frelsa getur hvern mann, frelsa getur hvern mann. Eilíf höfundur míns hjálpar, því hann sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Jesus, flutt hann getur fjöllin, hann frelsa getur hvern mann, frelsa getur hvern mann. Eilíf höfundur míns hjálpar, því hann sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Lýsi ljósið, látum heiminn sjá, syngjum sigurvann hann, segjum öðrum frá. Jesus, lýsi ljósið, látum heiminn sjá, syngjum sigurvann hann, segjum öðrum frá. Jesus, flutt hann getur fjöllin, hann frelsa getur hvern mann, frelsa getur hvern mann. Eilíf höfundur míns hjálpar, því hann sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Jesus, flutt hann getur fjöllin, hann frelsa getur hvern mann, frelsa getur hvern mann. Eilíf höfundur míns hjálpar, því hann sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Fyrir heitin mér gefin, líf í fullri gnægð. Þú af gæsku þinni minn faðir gefur umfram mína bæn.
mig, finna hjartsláttinn þinn faðir. Sér hver dag þráir að dvelja nærri þér. Þar vil ég hvíla, þar hjarta mitt er. Yndislegt. Og nú er komið að því að kveikja á fyrsta kertinu á aðventukransinum áður en að börnin fara niður og ég ætla að biðja Einar Einstaka að koma og vera okkur til sérstakrar aðstoðar ásamt aðstoðamanni sem að fær úr salnum. Glæsilegt. Komiði sæl, gaman að sjá ykkur. Hvað heitir þú? Kristófer Tómas, gaman að sjá þig. Hvað er gamall? 6 ára, viltu koma aðeins fram af fyrir mig? Nú ætlum við að gera smá töfrabrauð saman, til í það. Ok, þannig að þú verður töframaður líka, þannig ég ætla að sækja, hvað segirðu? Kanntu töfra? Æðislegt. Takk þér derhúna fyrir mig, að ég er með hatt fyrir því, svona töfrahatt, býtu. Ok, tilbúin. Það sem við ætlum að gera er, við ætlum að láta hennar klút hérna hverfa. Ok, hún má taka klútinn og hún mátt skoða hana, ég sagði hvort að sé eitthvað skrítið við hann. Ekkert skrítið, þá ætlum við að taka klútinn, ætlum að setja í hendina og kanntu einhver töfraorð? Engin töfraorð? Ok, kann einhver hérna töfraorð? Abracadabra, og nota það? Ok. Þannig að við tökum klútinn, við setjum í hendina, ég ætla að fá þið til að setja aðra höndum í loft og við ætlum að fá alla krakkana og alla mamma og pappa og alla afa og ömmu og alla til að setja aðra höndum í loft, hrista henni hratt og við getum og á 3 og segjum við abracadabra. Ok, tilbúin. 1, 2 og 3. Abracadabra. Og klúturinn er horfinn. Ekki flott? Og klúturinn er kominn aftur. Ok, ég veit hvað vantaði. Ég vantaði töfrasprota. Ég er með töfrasprota, hingraðu. Það sem mátt gera, má taka töfrasprotan og við hafa fram og tilbaka hendina. Taktu töfrasprotan og við bara fram og tilbaka hendina. Ok, taktu töfrasprotan og við bara fram og tilbaka hendina. Braustu töfrasprotan minn? Nei. Jú. Við getum ekki notað þetta, sko. Ætlar að veifa bara yfir? Ok. Og svo töfraorðin? Abracadabra. Og það hverfur klúturinn. Ha? Og klúturinn er aftur kominn aftur. Ekki geðveikt? Ok, ég veit hvað vantaði. Það vantaði alvöru töfrasprota, hingraðu. Tilbúin. Við ætlum að taka klútinn, ætlum að setja í hendina og það sem þú mátt gera, má taka töfrasprotann og við hafa fram og tilbaka hendina. Taktu töfrasprotann og við bara fram og tilbaka hendina. Ok, taktu töfrasprotann og ekki við zigzag. Taktu töfrasprotann og við bara fram og tilbaka hendina. Ok, taktu töfrasprotann og við bara fram og tilbaka hendina. Og þá hverfur klúturinn. En þá er það spurningin, veist þú hvað klúturinn er? Nei,
Það sem ég ætla að beða að gera fyrir mig að fara fyrir mig úr hægri skónum. Ok, svo mútu fara fyrir mig úr hægri sokknum. Jú. Jú. Nei, ekki fara í skóin. Bara í smá stund, ok. Sko, ég ekki alveg viss, en vissir að þetta hérna var í sokkninum? Gjörðu svo vel og takk fyrir hjálpinu og gefum hennu gott klapp. Ef að klæða ykkur í sokkinu eftir og kveikja núna, Kristófer? Já. Og ekki að segja hvað kertið heitir. Það er ekki vel við hæfi. Þetta spádómskertið og minnir okkur á spádómana Jesú Krist sem birtast í Gamla testamentinu. Við kveikjum einu kerti á, hans koma nálgast fer. Sem fyrstu jól í jötulá og Jesú barnið er. Tökum bara eitt lag núna, þetta er fyrsta kertið. Við syngjum næsta lag að þá með að börnin fara niður í barnastarfið og það er skemmtilegt prógram í þeim, þau ætla að föndra í dag og við ætlum að vera áhrifin uppi og lofa Guð saman, fáum einsöngs og predikur eftir smástund. Sem manninn elskað hefur og miðlað honum þinni frelsisnáð. Þú mikli Guð sem æðstu gjafir gefur, já gefur mönnum öll þín bestu ráð. Mín sæl í alfögnuð, þú mikli Guð, þú mikli Guð. Því hrópar sál mín sæl í alfögnuð, þú mikli Guð, þú mikli Guð. Hann leiðir mig og styður og lær mér alla miskunn sem ég þarf. Hann verndar mig og beina braut mér ryður, mér býr að lokum himins tíðar af. Því
þú mikli Guð, þú mikli Guð. Nú ætlar hún Hrönn að koma og syngja fyrir okkur eitt lag. Góðan daginn. Gaman að vera með ykkur eins og alltaf. Ég ætla að fá að syngja fyrir ykkur eitt lag, eitt af mínum uppáhaldslögum og þetta lag fjallar í rauninni bara það hversu mikill klettur í lífinu það er að hafa trúna á Jesúm Krist og hversu vel við getum treyst honum og hversu gott það er. Á Kristi sterkum klett ég stend, ei stuðning þarf af svimakennd. Á Kristi sterkum staðið get, í stað hans ekkert örugt mitt hjart á klettinn Krist ég set. Og kem í trú ég treyst þér get, þótt stormar lífsins leikjum mig, þá lát ei undan klettsins stíg. Á Kristi sterkum klett ég stend og kasta því að óttast menn. Við sannleik hans ég segi já og sneiði hverjum lígum hjá. Minn draum ég legg á klettinn Krist og kom með eldinn fyll mig fyrst. Með Krist við stjórn ég stíg mín skref, að starfa með þér æ mér gef. Á Kristi sterkum klett ég stend. Frábært, takk fyrir þetta. Setja þennan mikrofón hér, þetta er söngmikrofón og ég ætla ekki að syngja fyrir ykkur.
eins og ég segi, í dag það er komin aðventa og það er að koma jól og ég ætla að vera með örfáar tilkynningar áður en við förum í predikun dagsins. Ykkur langaði að láta ykkur vita af því að ég veit að það eru margir farin að kaupa jólagjafir og sumir eru kannski búnir að því, sumir eru ekki byrjað að hugsa um það, yndislegt. Þá hef ég með góða frétti fyrir ykkur að það var ákveðið að eftir að Alfa lauk núna í haust að svona bjóða fólki tækifæri á að bjóða vinum sínum á Alfa. Og eins og þið vitið kannski mörg að þá kostar Alfa námskeiðið 8.500 krónur. Það er alltaf matur fyrir hvert skipti og fylgir kennslugögn og svoleiðis. Nema það var ákveðið að í dag, út þessa viku og næsta sunnudag, gefst fólki tækifæri að kaupa gjafabréf á Alfa til þess að geta boðið vinum sínum ef ykkur langar á þetta frábæra námskeið. Þetta er örugglega besta verkfæri sem eigum í dag til að kynna fólk bara fyrir kristinni trú. Fólk kemur, það borðar, fær góða kennslu, getur spurt spurninga, átt gott samtal. Og þannig við ætlum að bjóða ykkur að kaupa þetta til að gefa vinum ykkar á 3.500 krónur sem er innan við helmingur af því sem það kostar. Þannig að fáið betri, þetta er svona Black Friday tilboð nema það er bara alla vikuna. Og það verður sérstakt borð hérna niðri eftir samkomuna þar sem að þau verða seld en ekki samt taka eins og maður sé myndböndin sem er að dreifa þar sem fólk er að slást og eitthvað, það er nóg til. Og þetta er ennþá kirkja, við skulum hafa okkur kristilega. Og það verður út þessa viku hægt að kaupa þau og næsta sunnudag. Og síðan vildi ég líka bara minna á það að síðasta miðvikudag klukkan 8 þá var aðventukvöldin í kirkjunni. Og þeir sem mættu eru sammála um að þetta var frábær viðburður, mjög skemmtilegt. Og á miðvikudaginn klukkan 8 verður aftur aðventukvöld, hérna niðri í kaffisal. Og þá koma fram listamennirnir Unnar Gísli, einnig þetta sem Júníus Meivand og Ingunn Huld. Og hann Sigurbjörn Þorkelsson að lesa fyrir okkur úr bókinu sinni og verða frábæra veitingar og þetta var mjög virkilega kósí. Þetta er að jólalegasta sem ég hef gert í ár allavega og verður örugglega frábært núna á miðvikudaginn. Og svo auðvitað, eins og þið sjáið á sviðinu, þá er ýmislegt framöndan, jólatónleikarnir eru á morgun og það er eitthvað til að bíðum ennþá fyrir þá sem eru alveg á síðustu stundu að þá er hægt að kaupa þá bara hérna niður í Jötu, bæði eftir samkomuna og í vikunni, á morgunni, síðustu séns. Þannig að þá eru allir tilkynningar komnar. Vel gert. Við kveiktum á fyrsta spádómskertinu áðan. Fyrsta aðventukertinu sem heitir spádómskertið. Og mér langar að lesa fyrir ykkur úr Jesaja. Mér langar að tala eins út frá þessu kerti í dag. Mér langar að tala um spádómskertið, mér langar að tala um væntinguna sem felst í aðventunni. Mér finnst aðventan svo merkilegu tími, vegna svo orðið aðventa merkir eftirvænting eða að bíða einhver útlaði þetta svona að vænta vonar, eða það sé von í vændum, það er mikil von sem felst í þessu hugtæki og við höldum upp á aðventu og stundum finnst okkur vera mjög löng, sérstaklega börnunum. Þetta eru heilir 4 sunnudagar. Þetta er svo langur tími. En við erum að minnast þess að allt fram að komu Jesú Krists átti sér stað aðventa. Frá því að fallið átti sér stað í garðinum og Guð gaf fyrsta fyrirheitið að kæmi lausnari var aðventa. Það var aðdragandi og það var eftirvænting í árþúsundir. Þannig að 4 vikur er ekki svo erfitt. Og mér finnst það svo merkilegt að því að Guð notar alltaf ferla til að kenna okkur. Guð, ég hef komast að því að betur í reynslu og kannski mörg eitthvað líka að Guð er ekki mikið fyrir styttri leiðir. Það er oft þannig að það er mín reynsla. Ef það er lengri leið sem mun kenna mér meira, þá er það yfirleitt leiðin sem Guð velur fyrir mig. Kannski er það bara fyrir mig. En það er mín upplifun. Guð, hann er ekki í því að svona fara styttri leiðir eða með skyndilausnir, að Guð, hann vinnur í okkur í alvörunni og til þess þarf oft langan tíma. Og í þessari aðventu voru margar leksjur sem fólk lærði. Og mér finnst svo fallegt þegar við höldum upp á aðventuna, þá er það meðal annars til þess að læra þessar leksjur. Að svona fara tilbaka og sjá, hvað var að gerast, hvernig var þessi bið? Hvað var Guð að segja, hvað var fólk að upplifa, hvernig var lífið áður en Jesús kom. Og það er nákvæmlega það sem við lesum í Jesaja spádómsbók 9. kafla og þetta er eitt þekktasta svona jólaversið þannig séð úr Gamla testamentinu. Það segir: Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkranna skín ljós. Þú eykur stórum fögnuðinn, gerir gleðina mikla,
Menn gleðjast fyrir augliti þínu eins og þegar uppskeru fagnað, eins og menn fagna þegar herfangi skipt, því að ok þeirra, klafan á herðum þeirra, barefli þess sem kúar þá, hefur þú brotið í sundur, eins og degi Midjans. Öll harkmikil hermanna stígvél, allar blóðstoknar skikkjur skulu brendar og verða eldsmatur, því að barn oss fætt, sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, hann skal nefndur undraráðgjafi, Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Og þetta svo sterkt að þarna kemur spádómur, að það mun eitthvað gerast sem mun enda öll stríð. Það mun eitthvað gerast sem mun enda öll átök. Og þegar við mennirnir hugsum eitthvað sem endar öll átök, hvað hugsum við Já, við hugsum heimsstyrjöld, eða ekki? Það var stríðið sem átti að enda öll önnur stríð. Þegar það tókst ekki, hvað gerðum við þá? Já, við fundum upp atómsprengjuna. Það var vopn sem var svo hræðilegt, það átti enginn að þora að fara í stríð. Það er okkar mannlegu leiðir. En hvernig bregst Guð við til að enda öll stríð? Barn oss fætt, sonur oss gefinn. Þetta svo mikið svona antiklæmaks, þú heyrir þetta byggir svona upp og svo fæðist lítið barn. Maður hefði búist við einhverjum miklum hershöfðingja eða maður hefði búist við einhverjum miklum mætti, en það kemur lítið barn. En þetta litla barn svo miklu meira en varnarlaust barn í jötu. Og það er þannig sem kannski flestir hugsa Jesú. Þeim finnst Jesú þægilegur meðan hann lítið barn í jötu. En þetta ekki bara lítið barn í jötu. Hann skal nefndur undraráðgjafi. Hann Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Og mér langar að tala þetta friðar höfðingi. Þegar Jesús fæðist, þá fæðist hann á miklum ólgutímum. Hann fæðist í mjög róstusömu umhverfi. Jesús fæðist í Ísrael nútímans, í norðurhluta, rétt við landamæri þar sem Líbanon í dag. Og þetta landsvæði var róstusamasta svæði sem Rómverjar réðu yfir. Rómverjar höfðu yfirvöld yfir allir þekktir í heimsbyggðinni meira og minna og við heyrt sögurnar Ástrík og Gölverjana og þeir voru svo sem alveg erfiðir. En þarna voru vandræði, þarna var stríð, þarna voru átök. Það var hvergi algengara að Rómverjar gripu til ofbeldis en á þessu landsvæði. Það var hvergi meiri harka en í þessu landi og það var engin þjóð sem var jafn áþreifanlega kúguð og sennilega þessi þjóð. Og þar fæðist Jesús, sú þjóð sem í myrkri gengur, sér mikið ljós. Og ég held að þegar fólk heyrði þeir sem búa í landi náttmyrkrana, þeir hafa sagt já, amen, það eru við. Hér myrkur, hér kúgun, hér ofbeldi, hér ofríki. Þetta var ekki góðu tími. Og Jesús fæðist ekki bara á róstusamasta landsvæði sem að Rómverjar ráði yfir, eða róstusamasta landinu, hann fæddist líka í erfiðasta hlutanum. Það var hvergi heftúð andspyrna gegn Róm en einmitt í Galileu. Þar voru ungir menn sem fóru saman og kölluðu sig rýtingsmennirnir eða sikari voru kallar og litlir rýtingar sem gengu með. Og þeir fóru saman og þeir réðust á rómverskar herdeildir, vitandi það að þeir myndu sennilega tapa lífi sínu. Áttu engan séns, en hvert einasta högg gegn Róm var högg fyrir Guðsríkið, svo þeir létu vaða. Og Rómverjar brugðust alltaf eins mið með allt of miklu ofbeldi og það var ekki auga fyrir auga, það var þjóð fyrir auga, það var mikil harka. Jesús fæðist í þessu hverfi, Jesús fæðist þarna. Og svo fæðist Jesús líka í mjög flóknar kringumstæður. Við vitum að jólasagan segir okkur það að Jesús, hann var ekki til eins og önnur börn, að hann getinn af heilugum anda í kvið móður sinnar. En nágrannarnir lítur kannski ekki þannig á það. María, sem var ekki gift, heldur trúlofuð, hún var allt í einu ólétt. Og þegar fólk voru að spyrja hana út í það, þá var það kraftaverk. Ég veit ekki hvort fólk trúði því. Ég veit ekki hversu margir trúði því. Jesús fæðist inn í þessa kringumstæður. Jesús fæðist inn í eins flóknar kringumstæður og við sennilega getum ímyndað okkur. Og það var ekki nóg með það að Jesús fæddist inn í flóknar kringumstæður og Jesús fæddist á erfiðum tímum. Heldur virtist Jesús stunda það að stíga inn í erfiða kringumstæður, að stíga inn í flóknar kringumstæður. Við sjáum það á fólkinu sem Jesús umgekkst. Það er svo merkilegt að þeir sem að gagnrýndu Jesú, þeir gagnrýndu hann ekki svo mikið fyrir kenningans. Þeir gagnrýndu hann ekki fyrir kraftaverkin.
Þeir gagnrýndu hann ekki fyrir það að hafa stóran hóp fylgjenda. Það sem þeir gagnrýndu hann fyrst og fremst fyrir var fyrir hverja hann umgekkst. Hafið tekið eftir í Guðspjöllunum. Það er ekki það, Jesús, þú kennir þetta. Jújú, þegar það voru að tala hvíldardaginn á musteri, þá var það allt vitlaust. En það var aðalega hverja hann umgekkst. Bara, ok, við trúum hann sé frá Guði. Hann gerir þessi kraftaverk. Og við heyrum það þegar hann kennir svo sem vald hefur. En hvernig getur þú umgengist óhreint fólk, Jesús? Þú situr að borði með syndurum. Jesús umgekkst vændiskonur. Og á þeim tímum, og það var oftast þannig að kona sem að maðurinn hafði skilið við hana, konur voru svo réttlausar á þessum tíma að menn gátu haldið konun sínum í svona einhverju ógnarjafnvægi, að þeir gátu skilið við konu sína af engri ástæðu og þá var konan algjörlega útskúfuð í samfélaginu. Hún gat ekki farið heim, það var svo mikið skömm, það vildi engin annar giftast henni, það voru engin störf fyrir konur í boði, hvað áttu þær að gera? Hvað gátu þær gert? Það gátu betlað eða farið út í vændi. Þannig að langflestar vændiskonur voru fórnarlömb. En þær voru útskúfaðar af samfélaginu. Jesús steig inn í þeirra kringumstæður. Jesús umgekkst líka annað fólk og það var nú kannski ennþá verra. Hann umgekkst tollheimtumenn. Og ég veit að fólk sem að skattar eru, ég veit ekki neitt land, þessi fólk bara yes, hækkum skatta, meira. Vitið, það er ekkert land sem er þannig, skattar eru aldrei vinsælir. En á dögum Jesú, þegar þjóðin er hersetin af heiðnu veldi, það sem að æðsti maðurinn tekur sér nafn Guðs, æðsti maðurinn vill vera tilbeðinn, æðsti maðurinn reynir aftur og aftur að reisa einhverja styttur í musteri Guðs. Það er eiginlega ekkert verra til en Róm. Og svo eru gyðingar, landsmenn þeirra, sem fara að vinna fyrir Rómverja. Fara að innheimta óguðlega skatta fyrir þetta óguðlega veldi. Þetta var bara föðurlands svikarar. Það var ekkert verra en tollheimtumenn. Jesús steig inn í þeirra kringumstæður. Jesús mætti þeim þar sem þeir voru. Jesús umgekkst líka trúarleiðtoga sem vildu fylgjónum en voru í rosalega erfiðri stöðu. Maður hugsar Nikodémus, maður hugsar einlæga farisea sem einlæga vilja fylgja Guði en þeir hafa svo rosalega miklu að tapa. Og það er bara hægast sagt en gert fyrir þá að ætla að fara að fylgja Jesú. Jesús stígur líka inn í þeirra kringumstæður. Þannig Jesús fæðist á flóknum tímum, hann flæðist á róstunsömmum landsvæði og hann leitar uppi og stígur inn í flóknar kringumstæður. Og við erum að tala um það að Jesús sé friðarhöfðinginn. Friðarhöfðinginn er ekki bara þar sem er friður. Hann kemur þangað þar sem ekki er friður og hann færir frið. Það er kannski stóri punkturinn í því sem ég er að segja. Hvað gagnast okkur friðarhöfðingi nema hann geti fært frið þar sem ekki er friður? Þú þarft ekki að fara og finna hann einhvers staðar langt í burtu þar sem hann er. Hann stígur inn í erfiðar kringumstæður. Það skiptir ekki máli hvað er slæmt ástand í landinu. Skiptir ekki máli hvað hefur gerst og hvert við erum komin eða út í hvað við erum komin. Friðarhöfðingin getur stígið inn í og hann vill brjóta og þess sem kúar okkur. Það er það sem friðarhöfðingin gerir. Þegar Jesús fer svo að stunda sína þjónustu, þá fer hann að predika aðra leið. Gyðingarnir voru í svona sjálfstæðisbaráttu, það var svo mikið hluti af þeirra sjálfsmynd að sjá Guðs ríki koma fram. Og við kristnimenn tölum mikið um Guðs ríkið. Nefnum að fyrir þeim að það var til að Guðs ríki kæmi fram, þá þurftu þeir að vera sjálfstæð þjóð, þeir þurftu að geta ráðið lögum og öllu fyrirkomulagi í landinu að hætti Guðs. Og það var ekki hægt nema Rómverjarnir eða Grikkirnir eða hverjir sem komu undan myndu víkja. Og við vitum ekki nákvæmlega hvað það var sem allir voru að hugsa en það sem við vitum samtíma Jesú, það var gerð uppreist gegn Róm svona 40 árum eftir að Jesús hefur þjónustu sína. Og þau gerðu uppreist gegn Róm til þess að reyna að koma fram Guðsríkinu og meðal annars að þau voru vissir ef við stígum út á vatnið, ef við förum af stað, þá verður Guð að bjarga okkur. Ef við rísum gegn Róm, þá verður Guð að senda Messias. Ef við förum svo langt út á ystu brún að það er algjört glabræði, að því að Guð hefur lofað að venda okkur, að því Guð hefur lofað að senda Messias, að því Guð hefur lofað, þá þvingum við Guð, það var kannski ekki meðvitað, en það var eiginlega þannig, þá þvingum við hann til að senda frelsaran, svo Guðs ríki getur komið.
Það frægur sagnaritari Jósefus sem hann segir frá þessum atburðum og hann segir frá því þegar það eldri maður, gyðingur, sem að tala við ungan mann sem að fór fyrir hópi annara manna sem að voru að fara í þessu uppreisn og ætluðu að brjóta og Rómar af herðum sínum. Og hann segir, þið getið ekki sigrað Róm, þið getið ekki farið með vopnum og ætlast þess að Guð bara bjargi málunum, þetta glapræði. Og hann segir orðrétt við þennan unga mann, taktu nú sinnaskiptum og trúð á mig. Eða með öðrum orðum, gerðu iðrun og trúð á mig. Og þessi maður var ekki að segjast þeirra frelsari, en þetta orðalag var notað þegar þú ert að reyna að tala eitthvað af því að fara ranga leið. Taktu nú sinnaskiptum og trúð á mig. Og það nákvæmlega þetta sem Jesús predikar. Takið sinnaskiptum og trúið á mig. Þið stefnið ranga leið, þið eru að reyna að redda hlutunum í eigin mætti, en það röng leið. Takið þið sinnaskiptum og trúið á mig. Snúið þið af þessari röngu braut og hlustið á það sem ég ætla að segja. Jesús kemur fram og predikar þetta. Takið sinnaskiptum, Guðs ríkið í nánd. Þið ætla að reyna að koma þið fram á ykkar eigin vegum, þið ætla að reyna að ná því fram, og við getum teikt þetta í okkar kringumstæður. Hvernig reynum við að fá Guðs ríkið? Hvernig reynum við að fá fram blessun? Það yfirleitt með því að redda fjárhagnum hjá okkur, ekki? Yfirleitt með því að búa okkur þægilegar kringumstæður, með því að búa okkur til öryggi, með því að smíða eitthvað þægilegt í kringum okkur. Þá reynum við að skapa okkur frið og reynum að skapa okkur blessun. Jesús segir, takið sinnaskiptum, Guðs ríkið í nánd. Og það ekki eins og þið endilega haldið að það sé. Jesús að segja, hættið að reyna að þvinga fram vilja Guðs. Hættið að reyna að pína Guð til að blessa ykkur og leyfið honum bara að blessa ykkur. Hleypið honum að. Leyfið Guði að starfa á sínum forsendum. Hættið að treysta á eigin styrk, hættið að treysta á eigin gáfur, hættið að treysta á eigin ráð. Leyfið Guði að vera Guð. Hættið þið að reyna að vera Guð í ykkar lífi. Jesús segir, ég sýni ykkur leið sem liggur til lífsins. Jesús enn þann dag í dag að beina fólki á að gera iðrun, taka sinnaskiptum og trúa á hann. Jesús bendur okkur á að fara aðra leið. Við í okkar samfélagi, það svolítið mottóið, hver sinnar gæfusmiður? Jesús segir það rangt. Jesús þinnar gæfusmiður. Jesús sá sem getur gefið okkur frið. Jesús sá sem getur gefið okkur líf. Jesús segir, ég vil kenna þér aðra leið en að fara í gegnum lífið á hnefunum. Ég vil gefa þér sannan frið. Og þessi sanni friður, hann byrjar alltaf eins. Hann byrjar á því að við eignumst frið við Guð. Meðan við reynum að vera Guð í okkar eigin lífi, þá getum við ekki átt frið. Við þurfum að leyfa friðarhöfðingjanum að vera friðarhöfðingin. Því að okkar friður kemur aldrei nálægt í að vera eins og friður Guðs. Við þurfum að hætta að haga okkur eins og við séum skaparinn. Að við séum að skapa okkar eigin örlög. Við séum að skapa okkar eigin hamingju. Við séum að skapa allt veldur undir mér. Ég þarf svo mikið að halda í alla þræði. Ég þarf að gera allt. Við þurfum að læra svolítið að slaka á og vera bara sköpunin. Vita að það skapari á bakveit allt saman. Vita að það einhver sem hefur skapað hann heim og hann veit hvernig hann virkar. Hann veit hvernig þetta á allt saman að fara fram. Jesús kennir okkur, hann segir, minn frið gefi ég ykkur. Ekki gefi ég ykkur eins og heimurinn gefur, minn frið gefi ég ykkur. Og friður Jesú Krist eilífur og hann æðri öllum skilningi. Friður Guðs þýðir ekki það að það sé aldrei mótbyr eða erfiðleikar eða vandamál. Friður Guðs þýðir að ég get farið í gegnum vandamálin og gegnum mótbyrinn með fullkomnum friði. Ég fer ekki á taugum þó allt sé hrynji í kringum mig. Af því að friður Guðs, hann æðri öllum skilningi. Hann æðri mínum skilningi. Og þegar Jesús kennir okkur, þá kennir hann okkur leið sinnaskiptana, leið iðrunar. Og það eitthvað sem við gerum ekki bara einu sinni. Að það að temja sér þann lífsmáta að vera tilbúin að taka leiðbeiningu. Ég á rangri braut, ég ætla að stíla inn á rétta braut. Ég ætla að breyta stefnu. Ég ætla að skipta stefnu. Ég ætla að taka eftir þegar ég að fara, ég ætla að vera opinn fyrir, ég gerir mistök, ég stefni ranga átt og ég laga það. Ég laga stefnuna.
Að læra að lifa á forsendum hans, að lifa á forsendum Guðs, en ekki á okkar eigin forsendum. Og sagan sýnir, að því mér fannst gott að taka þetta dæmi, þessi eldri maður sem saði við hann unga, eldheita strák sem ætlaði bara að láta þetta gerast, taktu sinnaskiptum og trúðu á mig. Þú ert að stefna ranga leið. Það er nákvæmlega sama og Jesús predikaði í sinni þjónustu. Hann sagði, það er nákvæmlega það sem þið ætlaði að koma í veg fyrir. Þeir fórnuðu Jesú til að eiga frið við Róm. Æðsti presturinn sagði, ekki betra fyrir líðin að einn maður deyi en að Rómverjar komi, taki helgidóminn og þjóð okkar allra. Þeir sáðu Jesús var orðinn svo vinsæll, hann var orðinn svo áhrifamikill að nú fara Rómverjarnir að vera stressaðir. Nú fara þeir að halda að Jesús sé fara að leiða einhverja byltingu. Þar þeir segja, við skulum fórna Jesú, halda áfram á okkar braut og þá höldum við helgidóminum, þá höldum við þjóðinni. Nákvæmlega með því að gera það, tryggðu þeir að þeir sigldu í stríði við Róm og Rómverjarnir komu og þeir tóku helgidóminn og þeir gerðu gyðinga burtræka úr Jerúsalem. Og þeir breyttu nafnin á landinu, þeir bönnuðu að búa í borginni, þeir gerðu það útlæga. Einmitt vegna þess að þeir höfnuðu friðarveginum, þeir höfnuðu friðarhöfðingjanum, þeir völdu sína leið, sína visku, sína þekkingu, sína guðfræði, umfram það sem Jesús vildi kenna þeim. Mannlega séð var þetta augljósasta leiðin. Þetta hafði gerst áður. Þegar Grikkir voru sterkasta heimsveldi í heimi, tóku þeir þetta landsvæði líka, gyðingarnir gerðu uppreist og þeim tókst að hrekja Grikkina í burtu. Og það er haldið upp á það á Hannúka, ljósahátíðinni, og það er sagt frá þessu í Makkabæjabókum apókrýfaritana sem fylgir við sumum biblíum, að þegar gyðingar gera uppreist, þeim tekst að reka Grikkina í burtu og þeir verða sjálfstæð þjóð í svona rúma öld. Þetta hafði tekist, þetta var ómögulegt, en það tókst. Og þeir hugsuðu með sér, af hverju ekki aftur? Svo kemur tími þegar í fyrsta skipti í sögu Rómar að keisarinn deyr, hann tekur sitt líf og það verður valdabarátta. Og menn sjá, núna riðar Róm til falls. Núna er tíminn til að ráðast gegn þeim, núna er tíminn til að gera uppreist. Þeir eru svo uppteknir heima fyrir, þeir hafi ekki orku til að koma til okkar. Þannig að þá gera þeir uppreist, þeir sæta lagi. En þessi mannlega leið brást. Einmitt það sem við ætla að forðast var nákvæmlega það sem gerðist. Og markmiðið var alltaf þetta að sigra Róm. Friðarhöfðinginn kom og sagði, þessi leið mun ekki að ganga, fylgið mér, ég mun sýna ykkur betri leið. Og leið Jesú var lengri. Það tók 3 aldir. Og það var vopnlaus hópur, fólks af öllum stéttum, sem hittist á ólöglegum samkomum og bað fyrir þeim sem ofsóttu þá, bað fyrir þeim sem tóku þá á lífi, hundruðir og þúsundir þeirra dóu fyrir hendi Rómverja á leikvöngum, við yfirheyslur, á alla mögulegan hræðilegan hátt. En eftir 3 aldir, þá tókst þessum friðsama, vopnlausa hóp að knésetja stærsta heimsveldi veraldar. Róm gafst upp fyrir kristni og tók hana bara upp. Leið Jesú var miklu áhrifaríkari. Leið Jesú til lengri tíma litið skilaði miklu meiru. Mannlega séð var hún galin. Hún var gjörsamlega galin. 12 ómenntaðir strákar sem hafa aldrei ferðast meira en 10 kilometra frá heimili sínu eiga að fara allan heim og gera allar þjóðir að læri sínum. Ég veit ekki um ykkur að ég held að svona menn sem eru að vinna í startup fyrirtækjum, í San Francisco, þeir myndi ekki setja krónu í þetta fyrirtæki. Þetta er galið, þetta er gjörsamlega galið. Þessi 12 strákar og svo aðalega konur, vitið, á þeim tíma þá höfðu þær ekki sterkar stöðu í samfélaginu. Þetta er gjörsamlega galið. Og ætli það að storka keisaranum, ætli það að storka Rómaveldi. Þetta er algjörlega út úr korti. En vitið þið hvað? Þetta er leiðin sem skilar árangri. Þetta er leiðin sem leiddi til lífs, þetta er leiðin sem liggur til blessunar. Og það er stundum þannig þegar Jesús talar inn í líf okkar. Og við lesum það sem Biblían kennur okkur og okkur finnst þetta galið. Okkur finnst þetta út úr korti. Og þetta er algjörlega andstætt öllu sem við hugsum. En vitið það, Jesús veit betur. Jesús vil kenna okkur að fara aðra leið. Hann kennir okkur að gera iðrun. Hann kennir okkur að læra að hætta að treysta okkur sjálf, hætta að treysta okkur eigin styrk og treysta honum. Jesús vil fá að komast að
og hann vill fá að vera friðarhöfðingi í okkar lífi. Og ef það er eitthvað sem jólin eiga að tákna, þá er það þetta. Hann fæddist inn í vonlausar kringumstæður. Hann fæddist inn í land náttmyrkrana og það var þjóð sem gekk í myrkri og hann kom til að færa ljós. Hann kom til að færa líf og það er eins með mig og það er eins með þig. Hann vill fá að færa ljós og líf inn í okkar kringumstæður. Það skiptir ekki máli hversu ómögulegar þær eru, skiptir ekki máli hvort við berum sök á kringumstæðunum sjálf eða ekki. Jesús er og verður og vill vera í þínu lífi friðarhöfðingi og hann vill gefa okkur sinn frið. Til þess þurfum við að byrja á því að hætta að reyna að vera Guð. Við þurfum að hætta að reyna að stjórna okkar lífi algjörlega sjálf og við þurfum að gefast honum. Vegna þess að hann er miklu betri konungur heldur en við. Hann er miklu hæfari til þess að taka ákvarðanir heldur en við. Hann sér miklu lengra heldur en við. Og það er miklu betra og miklu gæfuríkara að treysta honum en að treysta á okkur sjálf. Jesús vill fá að segja, vill fá að koma inn í líf okkar og við þurfum að hætta að reyna að vera Guð, við þurfum að hætta að reyna að vera konungur í okkar eigin lífi og við þurfum bara að opna okkur fyrir honum og segja, Jesús komdu inn, vertu friðarhöfðingi. Jesús komdu og vertu konungur í mínu lífi. Jesús komdu og leiddu mig, komdu með þinn frið. Og Jesús lofar okkur því að þegar við tökum við honum, þá gefur hann okkur sinn heilaga anda, sem er andi friðarins. Og það er þessi friður sem kemur innra með okkur og er ekki hægt að útskýra. Það er friðurinn sem gerði að verkum að þeir sem voru að ofsækja hina kristnu tóku oft kristna trú og það gerist enn þann dag í dag. Þegar þeir sjá friðinn, þessa útskýranlegu bara gleði sem skín úr andlitum þeirra sama hvað á dynur. Vegna þess að þessi friður hann gengur ekki upp mannlega séð, en það er þetta ekki mannlegur friður. Þessi gleði, hún gengur ekki upp mannlega séð, en það er þetta ekki mannleg gleði. Þetta er eitthvað sem bara Guð getur kveikt í líf okkar og þetta er eitthvað sem er gjöf. Og það er það sem við minnumst á jólunum, að Guð hefur gefið okkur þessa gjöf og hún er til allra sem bara vilja þiggja hana. Hann vill fá að leiða okkur, hann vill fá að tala til okkar og eins og ég hef svona eiginlega varað ykkur við, mín reynsla er svo að hann leiður okkur aldrei stystu leið, en hann leiður okkur alltaf bestu leiðina. Hann leiður okkur ekki inn í skyndilausnir, hann er ekki að redda hlutunum, það er ekki pakkatilboð og það er ekki nóg að bæta bara vatni og hræra og setja svo í ofnin, veitið, og þú þarfst að fara og finna eggin, þá lærir ýmislegt hænur í leiðinni, veist, þú þarfst kannski að sá einhverju korni, veist, Guð, hann fer alltaf þá leið sem kennir okkur mest, sem styrkir okkur mest. Því að Guð er ekki þannig að hann vilja við séum ósjálfbjarga og hann þurfa alltaf að vera að bjarga okkur. Hann vill styrkja okkur. Hann vill að við verðum sjálfbjarga. Hann vill að við fullorðnumst. Hann vill að við stöndum í lappirnar. Og þess vegna leiðir hann okkur ekki alltaf einföldustu leið, þó að maður stundum vildi óska þess, en eftir á er maður alltaf þakklátur. Og friður í Biblíunni, að því ég var að tala um hvernig Jesús fæddist inn í kringumstæður, það sem var ófriður, það sem var stríð og það sem var kúgun og ofbeldi. Friður í Biblíunni er ekki bara andstæða stríðs. Friður er ekki bara það að það séu ekki allir að rífast. Friður í Biblíunni merkir blessun Guðs á öllum sviðum. Þegar allt er í samhljómi, þegar allt er, þetta er eins og velstilt vél eða eitthvað, allt er eins og það á að vera, þá er friður. Það er ekki bara þannig að við þurfum að friði að halda þegar allt er í ófriði. Stundum þá er allt gott en okkur líður ekki vel. Af hverju? Af því við eigum ekki frið. Þú getur haft nóg af peningum, nóg af vinum, velgengni, allt í öryggi, allt í friði, en ekki átt frið, hið innra, ekki átt sannan frið. Svo er fólk sem er í miklu basli, mæti miklu mótbyr og allt er erfitt, en það á frið. Hvað er þá sannur friður? Er sannur friður að geta sofnað vel og sofið vel og haft bara ró? Eða er sannur friður að leggjast í rosalega dýrt rúm og bylta sér alla nóttina? Hvort er friður? Friður í Biblíunni er þegar það er friður í samböndum mínum. Fyrst og fremst er Guð, en það er líka samböndum mínum við annað fólk. Það er friður þá í fjármálum, í heilsu, í umhverfi, í fjölskyldunni, í vinnunni, í öllu sem ég geri, þá hef ég frið. Og það er friðurinn sem Jesús vill færa inn í líf okkar.
Og það gerist fyrst og fremst með því, og það er ekki það eins og segi, þetta er ekki skyndilaust. Það er ekki þannig að takið við Jesú og bara búm, allt er æðislegt. Þegar við förum að framkvæma það sem Jesús kennir okkur, að elska óvin okkar, til dæmis. Hvernig eyðirðu óvinniðinum á þess að vera settur í fangelsi? Með því að gera það á vinniðinum. Er það ekki? Það áttu ekki lengur óvinni. Hvernig sigraru illt með góðu? Með því að vera óþolandi góður. Með því að gera eins og Jesús kennir okkur, með því að fyrirgefa. Ef fólk særi þig og þú fyrirgefir því, veistu hvað? Þá hefur það bara engin áhrif á þig. Þó einhver hafi sært þig, það eyðileggur ekki lífið þitt, þó einhver hafi brugðist þér, að þú fyrirgafst. Ef þú fylgir kennslu Jesú Krists, þá gengur þið inn í friðaríki, friðarhöfðingjans. Og það er þetta sem Jesús kom til að gera á jólunum. Hann fæðist til þess að færa frið. Hann fæðist til að brjóta klafan sem kúgar okkur. Og hann gerir það með krafti sínum, hann gerir það með kærleika sínum og hann gerir það fyrir anda sinn. Og hann gerir það með orði sínu. Þannig að mín hvatning til okkar allra, þegar við göngum inn í jólaháttíðina, ekki missa af þessari gjöf. Ekki missa af friði Guðs sem er æðri öllum skilningi. Og kannski hefur gengið með Guði lengi og eftir þess bara við öll lendum í því að við gleymum þessu. Við gleymum hvað Guð hefur gefið okkur. Við gleymum það sem við eigum aðgang að og við erum farin að gera hlutina á hnefunum. Við erum farin að treysta okkur sjálf. Guð, nú erum við búin að kristinn svo lengi, nú á ekki að þurfa á þessari hjálp að halda. Veistu það, þú þarft alltaf á Guðs hjálp að halda. Þú ert alltaf bara hólpin fyrir náð. Við erum alltaf háði að Guð sé með okkur og Guð leið okkur. Og það breytist aldrei. Kannski hefur verið kristinn lengi, þetta er tími til þess að endurnýja þessi kynni sína Guði. Leyfa Jesú að vera friðarhöfðinginn yfir öllu sem við gerum og öllu sem við erum. Skulum enda á því að biðja saman. Jesús, við þökkum þér fyrir hver þú ert. Og ég þakka þér almáttigi Faðir fyrir að þú ert svo góður að þú gafst okkur son þinn Jesú Krist. Þakka þér fyrir Drottinn minn, á jólunum megum við minnast þess að þú ert Guð sem gefur frið sem er æðri öllum skilningi. Ég þakka þér fyrir að Guð, á jólunum megum við minnast þess að þú ert gjafmildur Guð, að þú ert góður Guð. Þú ert komin til að leita hinu týnda og frelsa það. Og ég biði það, Drottinn minn, að allir þeir sem að heyra þessi ormin í dag, hvort þeir eru hér inni, eru að hlusta eða horfa, Drottinn, og þeir upplifa sig að þeir búi í landi náttmyrkrana. Þeir upplifa það, Drottinn, að þeir gangi í myrkri. Þá biði ég það, Faðir, í Jesú nafni, að þitt ljós megi renna upp yfir þeim. Megið þið upplifa það hvernig það er von sem kemur með Jesú Kristi. Það er von líf, það er von hamingju, það er von frið og það er von gleði. Og ég þakka þér fyrir Jesús að þú ert Guð sem frelsar. Þakka þér Jesús að þú ert Guð sem leysir. Þakka þér Jesús að þú ert Guð sem uppörvar og þú endurreisir, Drottinn. Og þannig biði þetta megi vera hátíð gleði, hátíð vonar og hátíð friðar sem við göngum inn í dag. Við lofum þig og tignum þig og þökkum þér í Jesú nafni. Amen. Amen. Og við ætlum að enda samkoman á því að fá lofgjörahópinn aftur hérna upp og við ætlum að syngja eitt lag og meðan við syngjum þá er ykkur frjálst að koma fram til fyrirbænar. Já, gjörðu svo vel. Góðan daginn. Men ég satt hérna áðan þá fannst mér heilagur andi tala til mín að það er hérna maðurinn í sem að ég kom með orð til. Og mér okkar að biðja hann að koma hérna upp. Það er svona, já, þetta er mjög langt síðan ég hef svona verið þetta er svona þjónusta sem ég hef og ég veit ég hef hana og kannski ekki að nota hana svo mikið svona í síðstlinn árin. En núna fann ég alveg að mjög sterkt, nákvæmlega, ég þekki þetta svo vel. Það er ungur maður hann er í sömu röð, ég veit ekki hvað hann heitir. Út í rauðri peysu. Já. Sæll, hvað heitir þú?
mér finnst það að Heilagur Andi hafi verið að tala til mig varðandi því í dag að svona í gegnum árin, skilu, þá finnst mér að þú hefur komið hér sunnudag eftir sunnudag og hugsa með þér kannski er þetta minn dagur, kannski er þetta dagur og síðan fannst mér eins og að koma svona að þetta er svona verið sveiflast hjá þér fram og tilbaka, stundum hefur verið ok, þú þekkir líf þitt sjálfur, ég þekki það ekki en síðan finnst mér að svona eins og Heilagur Andi sagði við mig að svona þetta er þinn dagur, þetta er dagurinn í dag það sem að það er sérst, já snúningurinn verður núna, skilu og mér langar til þess að biðja fyrir þér í sambandi við og Helgi hafa ekki og áttu olíu og já, ef þið vildi þið bara standa upp og rétta út til hans vegna þess að það var líka þetta að þessi dagur í dag verði ekki bara svona sko að þar sem að þessi þjónusta hún virkar svona svolítið eins og margfeldisáhrif, skilu. Við hefum getað farið hérna bakvið og beðið fyrir hún og þar, skilu, en það sem hefur alltaf þetta sjá mér í sambandi við þessa þjónustu eða fyrir bara að koma með orð til fólks og svona, það hefur alltaf verið þessi margfeldisáhrif, þetta hafi margfeldisáhrif, skilu, og að þið sem eru hérna og eru kannski að horfa líka að biðja fyrir hún og Tryggva í dag og þetta sé virkilega hans dagur, þannig að Ég vil þakka þér, frelsara minn og Guð, fyrir það sem að þú hefur gert í lífi hans Tryggva og ég þakka þér fyrir þennan unga mann og þakka þér fyrir það sem að þú hefur verið honum og ég þakka þér það sem að hann hefur verið þér og ég vil þakka þér Guð Faðir, skapari himins og jarðar, að þetta dagurinn þar sem að þú ætlar að lækna hugans Tryggva og ætlar að lækna það sem hefur aflega farið í líkamans Drottni og þetta verður svona nýtt uppaf í hans lífi þessi dagur í dag og við biðjum að þú blessir hann á allan hátt og þakka þér frelsar minn það sem að þú ætlar að gera og ég vil bara þakka þér enn og aftur fyrir það að þetta verður svona þetta svona eins og þetta eins og þegar þú ert að taka við einhverju sem svona gjöf sem þú veist ekki nákvæmlega hvernig lítið þú ert að taka upp svona þenni einhver pakka og smá saman kemur ljós og alltaf verður þetta og verður svona meira undrandi og dagarnir og vikurnar og mánuðirnir framöndan þeir verða alltaf meira þannig að hver dag sem þú þá verður meira og meira spennandi og þakka þér Jesús minn Jesús minn í Heilagur Andi þakka þér og við biðjum að þú Heilagur Andi viltu fylgja honum og vera með honum alla daga í Jesú nafni. Amen. Amen. Yndislegt. Takk fyrir þetta. Við viljum vera kirkja þar sem að Heilagur Andi fær að starfa og við biðjum reglulega fyrir því að náðagjafirnar fá að starfa meðal okkar og bara fögnum því og bara höldum áfram að biðja og leiðast að Guði. Og ef þú þráir fyrirbæn, þá er þið velkomin að koma þetta fram þegar við lofum Guð. Og samfélag niður eftir samkomu að sjálfsögðu eftir. Annars þakka ég kærlega fyrir samverun í dag. Til þín höndum og upphefjum þig nafn, við tilbiðjum þig Jesús.
til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Þú mikli Guð, kjörinn mikil undur Guð, engin annar er sem þú. Engin annar er sem þú. Þú mikli Guð, kjörinn mikil undur Guð, engin annar er sem þú. Engin annar er sem þú. Við biðjum þig, Jesús, og þig heyrum. Við lyftum til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Við biðjum þig, Jesús, og þig heyrum. Við lyftum til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Þú mikli Guð, kjörinn mikil undur Guð, engin annar er sem þú. Engin annar er sem þú. Þú mikli Guð, kjörinn mikil undur Guð, engin annar er sem þú. Engin annar er sem þú. Mikli Guð, kjörinn mikil undur Guð, engin annar er sem þú. Engin annar er sem þú. Þú mikli Guð, kjörinn mikil undur Guð, engin annar er sem þú. Engin annar er sem þú. Þú mikli Guð, kjörinn mikil undur Guð, engin annar er sem þú. Engin annar er sem þú. Þú mikli Guð, kjörinn mikil undur Guð, engin annar er sem